Í þessum þætti, Garðaröltin, heimsækjum við tvo skemmtilega nytjagarða á Akureyri. Þú uppskerð eins og þú sáir, segir máltækið sem eigendur nytjagarða þekkja svo vel. Fyrst liggur leiðin í Kambsmýri og síðan í Birkilundin. Við hefjum sem sagt Garðaröltið með því að heimsækja hjónin Sigrúnu á Héðinsdóttur og Jóhann Tórarensen. Hús þeirra stendur við Kambsmýri 12. Sigrún, þessi garður, hann nú full gróinn, en hversu lengi hafið þið búið hérna? Við erum búin að búa hérna í 21 ár, þannig að við höfum átt þennan garð í rúmlega 20 ár. Og hvernig leit garðurinn út þegar þið keyptu hérna? Hann var dálítið mikið öðruvísi en núna. Það var þó nokkuð að trjám hérna á norðurlóðinu skiptist svona svolítið í tvennt. Og það var ekkert gróðurhús og það var rabarbari en ekki öll þessi ræktun sem við erum með hérna. Og tókuð þið strax til óspilltra málana? Já, við fórum svona að vinna að þessu, hægt og svolítið kannski óskipulega. Við svona fórum í eitt af öðru, svona, datt þetta í hug að gera þetta svona og svona og svona og svo bara kom þetta einhvern veginn hægt og bítandi. En þegar það er verið að endurgera garð þá svona kannski, þurfti málamiðlanir stundum? Já, það var tvennt sem við vorum algjörlega sammála um. Það var ræktað jarðaber og gulrætur. Þannig að það var svona eiginlega upphafið. Svona undirstaða af þessu öll saman. En garðurinn núna, hér er mikið, þetta er bara nytjagarður, getum við sagt að stóru hluta. Já, okkur finnst voðalega gott að rækta eitthvað sem við getum borðað og maður vill vera sem mest sjálfbær í öllum sínum athöfnum hérna í garðinum, þannig að sem minnst fari úr garðinum nema það sé annarkvort búin til áburður úr því eða það sé étið. Þið eru komin hérna með hvað, þetta eru 3-4 hús sem eru í garðin sem öll hafa sitt hlutverk vantarlega. Já, fyrsta húsið, þetta hér, það er nú dúkkuhúsið það sem að dætur okkar léku sér þegar það voru litlar. Og svo var nú gamall vinnuskúr hérna sem hefur svo verið endurbyggður. Og svo smá saman stækkuðum við og fengum leyfi til að byggja svona ekstra stórt garðyrkjuhús og það hefur gefið okkur mjög mikla ánægju og þetta er náttúrulega ekki síst bara íverustaður. Þannig að maður er að taka D-vítamínið og sólina þarna í gegn bara frá því í mars og fram í októberbyrjun eitthvað svoleiðis. En hvað gefur það ykkur hjónunum að vera saman hérna í garðinum? Þetta er náttúrulega bara dásamlega stundir sem við eigum þetta saman, eins og þegar við komum heim úr vinnu þá snemma vors, við getum alveg sest út í miðjan mars, þá setjumst við út í gróðurhúsið og við svona förum við daginn og náum slökun og við bara endurnýjumst og heilumst. Já. En þið eru nokkuð sjálfbær, þið moltið sjálfvæntanlega? Já, við gerum það og við framleiðum okkar eigin grænmeti og ég held að við segja bara við höfum það bara alveg í hálfa gjöf fyrir okkur grænmeti sem við erum með og getum geymt og svo er náttúrulega gróðurhús, þau eru svo góð að geyma í líka yfir veturinn. Það er kannski punktur sem maður þyrfti að íhuga betur að nýta þau þannig. Og svo er það sultan og allt það? Já, það er nú alveg hreint nauðsynlegt að gera svolítið að sultum. Það er okkar fræga jarðaberjasulta, það er enda Jóhann sem er þar aðal maðurinn. Og svo fristum við mikið líka bara ferskum berjum, setjum jarðaberin í fristu og getur svo tekið upp og borða bara, yfir veturinn alveg, nánast allan veturinn. Þannig að það eru oft góði desertar hérna á sunnudagunum. Það var nú einhvern tímann ræddum við það að það væri svolítið skemmtilegt að geta verið sjálfbær með sitt grænmeti og átt það og átt það allt árið og manni fannst það nú reyndar svolítið langt í land með það og að það gæti orðið en þetta var eitthvað svona sem maður hafði fyrir sér og það hefur nú bara nokkurn veginn ræst. Hérna fyrir ofta nokkuð, ég sé allan að jarðaberin og gulrætur, eigum að kíkja undir grössin? Jóhann, ef við byrjum á jarðaberjunum, þau líta nú aldils vel út, getur við sagt. Já, þau eru bara mjög góð. Ég útbjó þetta beð í haust sem maður þarf að skipta þeim út á svona 5-6 ára fresti eitthvað svoleiðis og til þess að endurnýja þau. Þetta verða náttúrulega bara svona eins og mjólkurkýr að þetta bara eldist og þá þarf að skipta út og fá nýtt og þá skila þau mjög vel af sér. Ein svona planta getur gefið af sér það bil hálft kíló af berjum á ári
og það alveg bara ægilega gott og jarðaber eru náttúrulega öðruvísi en annað grænmeti með það að því stærri sem þau eru, þeim betri. En hvernig kemur því vekk fyrir að sniglarnir verður nú ekki á undan þér að borða berin? Ég með hérna svona beðunardúk sem að ég hef á þessum plöntum og hann gerir það að verkum að það hitnar undir honum þannig að plöntunum gengur vel að vaksa og svo vilja sniglar síður þeir skripla á þessu og þeir þorna upp og dúkurinn verður heitur í sólinni þannig að þeim líður ekkert allt og vel á þessu. Og þetta fær að vera svona í 5-6 ár. Já, þá þarftust að skipta út. Þá þarf ég að skipta út og setja nýjar plöntur. Og þá undirbýr maður beðið og setur safnhaugamoldina sína og allt þetta góða sem maður á í kassanum og þarna undir. Allt sem átt samt í handraðan. Já, það má segja það. En sem sagt, já, uppskeran hún þá alltaf svona mikil og góð hjá þér ár eftir ár. Já, þetta náttúrulega sko, það eru hérna fleiri beð og svo set ég hvítan dúk yfir þetta, bæði til þess að hérna fá meira skjól og svo líka blessaði þrestirnir. Þeir koma hérna alveg hreint þeir sjá rautt þeir sjá jarðaber. Jafnvel þó að séu kettir að hlaupa hérna þá held ég jafnvel að þeir fórni einum þresti bara til þess að éta jarðaberin. Þannig að þeir fara ekki ef það dúk. En svo aftur hérna, ef við förum hérna aftur yfir þá sem sagt hérna eru gulræturnar og ef ég bara slít upp þess bara. Þetta orðin dávæn gulrót og þessu sáði ég svona kannski svona 2.–3. maí eitthvað svoleiðis. Og maður náttúrulega þarf að halda dagbók þetta og hafa allt í hérna skriflegt sem maður geti borið sér saman frá því fyrra hvernig þetta var og hvernig maður fer að fá uppsker og slíkt. En að rækta gulrætur, það líka kunst? Já, það eiginlega svona þrennd sem að þarf í gulrótarræktun og svona sáningu. Það að fræið má alls ekki fara á djúpt, það þarf ekki fara bara hálfan sentimeter niður, eitthvað svoleiðis. Síðan þarf maður að hafa alltaf bleit á fræinu svo að ná að spíra og svo þarf bara fara strax og verður var við að gulræturnar komi eftir svona hálfa mánuð og hreinsa illgresið. Og ef þú hefur þetta þrennt á hreinu, þá mun þér farnast vel í gulrótarræktuninni. En já, það illgresi sem að þarf að fylgja sérstaklega með. Já, það þarf að gera það og það þarf líka að fylgja því eftir að þó að gulrótin sé orðin stór, þá að illgresi ná ekki að blómstra þannig að þú sért ekki alltaf með illgresið í fanginu ár eftir ár og þá nærðu bara beðinu þínu svolítið hreinu og þá ekkert svo mikið illgresi í því og þá þetta ekkert lengi farið yfir þetta. Og hérna, maður á alltaf að eiga við illgresi í sólskini helst vegna þess að það bæði gott fyrir okkur og eins líka fyrir að illgresi ná ekki skjóta rótum aftur, þá þornar rótin óðar upp og sólin sér það. Jæja, Jóhann, eigum við ekki að standa upp og fara í gróðurhúsið? Jú, við skulum gera það. Sigrún, þetta kallið þið sem gróðurhúsið. Þetta aðal gróðurhúsið og það nú svo skemmtilegt að Jóhann náttúrulega byggði þetta bara hér algjörlega sjálfur með eigin höndum. Ég kannski hélt við einstaka súlu hér en hérna þessar dásamlegu stundir sem við eigum og við jafnvel höldum hérna matarboð, fáum vin okkar og okkur hefur nú lært að það eru svona litlu hlutinni sem að gefa okkur svo mikið og núna snemma í ágúst þá ætlum við einmitt að hafa plómuhátíð sem við köllum þegar plómurnar eru orðnar þroskaðar og þá koma dæturnar okkar og lokkum við þær úr Reykjavíkinni og hérna höfum plómuhátíð. Plómutrið hérna fyrir aftan okkur, þær eru bara tilbúnar nánast. Þær eiga svona viku hálfa mánuð eftir og þannig þetta stendur á endum alveg hreint að þegar þær koma þá eru plómurnar tilbúnar en það líka alveg að slígast undan plómunum. Það hiti hérna inni. Já, affallið af húsinu, það rennur hérna út og svo getum við bætt aðeins hita á, þannig að húsið er frostlaust alveg. En þegar þið eru að bjóða hingað fólki bara skreytingar, þær eru bara til staðar? Þær eru bara tilbúna hérna, þannig að það ekkert annað en setja kannski aðeins á borðið og þá bara veislan tilbúin. Og það svo yndislegt að vera í þessu umhverfi að það líður öllum vel hér.
En sem sagt, framleiðslan hérna, hvaða framleiðsla fer hérna fram? Það eru rósir og það eru plómur og... Já, við erum með tómata hérna, fáein epli, þau eru þó alltaf á útleið, við erum að auka heldur plómuframleiðsluna og síðan erum við svolítið að leika okkur með það á vorin að framleiða kryddplöntur, þessar algengustu kryddplöntur og við erum að gera þetta fyrir vini okkar og kunningi aðallega og hérna búa það til og þetta er svolítið bindandi en þetta er bara skemmtileg binding í kannski 1,5–2 mánuði. Maður heyri það gjarnan á fólki þegar við erum að tala kryddplöntur og það er verið að prófa sig áfram. Er þetta kunst að rækta krydd? Já, það þarf svona að vanda sig við það. Það þarf að vera nægur raki og það þarf að passa að gefa áburð og það þarf svona, já, passa vel upp á þetta, þannig að þetta takist nú vel til. Og sumar plönturnar auðvitað erfiðar en aðrar. En það þegar maður byrjar að nota svona ferskt þá finnst maður ekkert annað koma til greina á matinn. Er þetta aðal áhugamálið ykkar núna þessi árin, það er kryddið? Já, það er eitt af mörgum áhugamálum. Og alltaf eru náttúrulega berjaræktunin. Við til dæmis byggðum bara hérna svona lítið plasthús fyrir nokkrum árum til þess að geta aukið enn frekar berjaræktun. Við köllum það hindberjahúsi af því að það er svo mikil áhersla þar lögð á hindber. Okkur áskotnaðist hérna norsk hindber af góðu kvæmi sem kallað er og þau eru mjög gjöful en það þarf að passa hindberin vel að þau flæða út allt og geta orðið illgresi ef ekki er gáð að. En það er nú einhvern veginn þannig með mannskepnuna að mikið vill meira. Er þetta alltaf að vaxa hjá okkur? Ég held það sem má sjá á plómutrénu að hérna, við tókum ekki einustu plómu af því í vor sem reyndar að gera, ákvaðum bara binda það upp með spottum til þess að ná sem mest út úr því og þetta er kannski Íslendings eðlið. Haga sér svona. En ykkur líður greinilega vel hérna? Já, okkur líður mjög vel hérna. Þetta er einhvern veginn svo gott umhverfi og frábær forréttindi að hafa lóð sem snýr út á klöppum, það er ekkert byggt fyrir utan okkur. Þannig að við segjum átt að við séum eins og í sveit hérna megin en svo er bærinn hinum með húsið. Er svolítið að fólk komi hérna og fá að skoða hjá okkur garðinn og þykja ráð? Já, það er gjarnan sem að menn koma hérna og það er svolítið svona, það má kannski ekki kalla klúbb en það er svona, við erum í sambandi við nokkrir gróðurhúsa eigendur og tökum að okkur svona aðeins að hlúa að gróður í hvert fyrir annað, vökfá og svoleiðis og þannig að við erum svona að bera saman bækur okkar. En þessi 20 ár þau hafa verið gjöful hvað garðræktina varðar minnstakosti? Já, þau hafa verið það og það hefur alltaf verið að aukast hjá okkur meir og meir og síðan samandi við fólk sem kemur hérna þá eftir að dæturnar okkar 3 voru nú fluttar heimanna þá áttum við 3 ónotuð herbergi á efri hæðinni þannig að við fórum að auglýsa og bjóða ferðamönnum að koma að gista og þeim finnst mörgum alveg ótrúlega skemmtilegt að koma og skoða garðinn og margir panta sér gistingu hérna út af garðinum. Þannig að þetta spilar allt saman. Og þeir náttúrulega fá á diskinn úr garðinum? Þeir fá akkurat á diskinn úr garðinum, fá grænmeti og svo ber þeir þau eru þroskuð þannig og það þykir fólki vera mjög skemmtilegt. Við kveðjum þau Sigrúnu og Jóhann en áfram skoðum við Nytjagarð. Þetta er húsið við Birkilund 11 á Akureyri. Hérna búa Sigrún Magna Þórsteinsdóttir og Snorri Snorrason ásamt syninum Hákoni Geir. Magna, þessi garður ykkar núna sem er orðin nokkuð rótgróinn, hvenær eignuðust þið garðinn? Eignast hann 2011. Hvernig leit hann það út? Hann var bara mjög einfaldur, það voru runnar í kring og svo bara grass. Ákváðuð þið strax í upphafi að taka garðinn í gegn og hefja hér ræktun? Það var alltaf runni, þegar við völdum okkur hús, þá var alltaf markmiðið að við hefðum eitthvað svona gott garðpláss. Þannig að þetta var alltaf á planinu. Já, þannig að þegar þið voruð að skoða fasteignir þá höfðuð þetta mjög sterkt bak við eyrað? Já, það spilaði sterkt inn í. En á hverju byrjuðuð í raun? Byrjum á að saga niður runna og litum helluleggja henni í kring, stungum upp svona lítinn matjurtagarð.
það var það sem við gerum fyrsta árið. Já, byrjuðum held ég á 2 byggðum. En já, þetta er þessi garður, þetta er nytjagarður, getum við sagt. Var það ákveðið alveg strax í upphafi? Já, við vorum mest spennt fyrir hérna, þetta yrði sem sagt maður geti uppskorið eitthvað úr garðinum. Ekki kannski að þetta yrði minna blóm. Eru þið sjálf alin upp við garðvirkju og vera með mikinn garð? Það var svo mikið, maður mátti mjög fallegan garð, það var ekki mikið af matjurtir, bara kartöflur og svoleiðis. En þú ert nú alveg upp kannski meiri ræktun. Já, heima þá var mamma alltaf með sem sagt svona matjurtir, gulrætur og kál og rófur og annað svona bara til heimilisins, þannig að maður aldist eða ólst upp við þetta náttúrulega, þetta haft fyrir manni. En já, þessum árum síðar hafið þið gert mistök? Það er ótt að segja það, já. Já, bæði ræktar maður eitthvað sem mann finnst bara ekkert gott og svo reynir maður að rækta eitthvað sem bara þrífst illa hjá okkur og svo ræktar maður stundum allt og mikið einhverju og setur þetta á rangan stað. En þetta er svona, í grófum dráttum hefur þetta bara verið rosalega vel hefnað finnst okkur. Já. Þannig að garðurinn, hann hefur tekið breytingum og þið sjáu jafnvel fram á að hann er komið til með að breytast enn frekar á næstu árum. Já, við erum alveg óhræddir að breyta þessu öllu saman ef okkur sýnir svo, sko. Hvernig spáið þið og spekulerið í garðinum? Eru þið lesandi bækur eða leitið til vina? Já, við gerum það bæði. Við náttúrulega notum netið svolítið. Við erum áskrifundur á garðyrkjutímaritum, enskum, sem eru mjög fróðleg. En að eiga svona garð, er þetta satt aðalega þá bara að vinna yfir sumarið? Hvað með haustið og vorið og veturinn? Það er heilmikið vinna yfir veturinn. Við byrjar að forsa á kannski í mars og koma til fræjum og veturinn þarf líka, það er að þrífa gróðurhúsið, það er að þrífa alla pottana og svona spá og spekulera. Stundum snúður eitthvað smíði við veturinn líka. En gróðurhúsið sem er hérna aftan við okkur þegar þið fáið það, þá svona breytist ýmislegt það ekki, þá svona aukast möguleikarnir til ræktunar? Já, það eykst mjög náttúrulega fjölbreytnin í því sem maður getur verið með, góð aðstaða. Já, við erum með plómutri og kirsebærtri og eplatri og tómata þarna inni. Eigum að kíkka á einn stað hérna, hvað viljið þið nú sýna okkur fyrst? Sýnaði bara eitthvað grænmetisbeð. Kíkum á grænmetið. Sigrún Árna, hérna kennir nú ýmissa grasa. Heyrðu, já, þetta er bland í pókabeðið mitt. Þetta er sett í alls konar, þeir eru með rófur sem eru verið tilbúnar. Já, þær eru nú bara stórar. Já, mjög stórar. Og þessar rófurnar, þær fara bara beint inn í eldhúsið ekki? Jú, það sem við náum að borða, við erum með svolítið mikið af þeim, en við erum með góða geymslu, þannig að við getum verið að borða þetta fram eftir vetri. Hvítkálshausinn, hann er nú heldur betur orðið stór. Já, hann er verið tilbúin líka. Svo er þetta undarlegt hvítkálsafbrigði. Já, betur, hvað er þetta? Heyrðu, ég man ekki nákvæmlega hvað þetta heitir, en ég fekk fræ með garðyrkjutímaritinu mínu, sent, ákvað að prófa þetta. Þetta er svona einhverju aflangir hausar, spennandi að smakka og verður risastórt, miklu stærri en ég hélt. En þú sem sagt pantar alltaf árlega og bara kannski veist ekki alveg hvað út að panta? Já, bara að prófa eitthvað. Þetta er spennandi. Já, það er alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt, ekki að staðna í þessu. En svo þú ert með kryddjurtir hérna líka með, einhvers staðar hef ég nú lesið það að það kannski sé ekki alltaf gott að blanda þessu svona saman upp á jarðveginn og annað. Já, ég hef svo sem lesið það líka, en þetta virkar bara mjög vel hjá mér. Já. Eigum við að halda áfram hérna? Hérna er ég með vetrarbrigðið mitt. Þetta risastóri hérna heitir Tundra og er líka hvítkálsafbrigði. Þolir vel frost, hægvaxta og ég ætla að uppskera þetta eftir jól. Fá þá ferskt hvítkál. Hérna er líka með grænkál sem þolir vel frost, með púrlauk og svo rósakál sem við ætlum að borða á jólunum. Já, þannig að þetta bara rósakálið, það bara býður jólasteikfurina. Já, það er rosa gott. Gerur þau svolítið að þessu einmitt að koma þannig fyrir að garðurinn hann gefi af sér nánast allan ársins hring? Já, við hefum náð svona hálfu ári þess að við erum að taka upp ferskmeti og það finnst mér bara rosa skemmtilegt. Það borða maður svona ástíðabundi eins og nú er
þykir fínt og þetta náttúrulega breytir aðeins mataræðin hjá manni líka. Maður fær alltaf eitthvað ferskt og nýtt hérna og býður eftir manni. Já, en þú ert ennþá með svart plast hérna yfir, skiptir það miklu máli? Ég er bara með þetta fyrir púrlaukinn, mér finnst þetta gott bæði upp á illgresi, svo hittar þetta aðeins jarðveginn. Þannig að með þetta aðeins í jarðarberjabeðinu líka, en ekki annar staðar. Já. En hvað með fræin? Ertu að safna af þér og ertu líka að gefa frá þér? Já, ég er að gera það, bæði. Það er rosa góður félagskapur, Garðyrkjufélagið og bara fólki hérna. Það er plöntuskiptidagur alltaf hjá Garðyrkjufélaginu í júní, sem fólk getur komið með plöntur og gefið og fær svo bara einhver aðrir í staðinn. Og eins höfum við bara verið að gefa fræ, Helen Teitsson gaf mér fræ að þessum tundraplöntum. Þannig að ég gaf henni fræ einhverju salat í staðinn. Þannig að þetta er góður félagskap. Mjög. En hvað með kettina? Eru þeir að snuðra onni í beðunum? Þeir höfum ekki séð mikið af köttum í sumar. Við verðum svolítið vör við á fyrstu árin. En nei, þeir eru ekki valdið neinum skaðanum. Skulum halda áfram að skoða garðinn. Ég ætla að beða Snorra sína mér næsta beð hinum megin. Snorri, hérna eru nú aldeilis marga tegundir, getur við sagt? Já, þetta er alveg fjöldinn allur. Þetta er hvað? Þetta er baunir? Þetta hérna er bara baunir. Já. Hérna eru svona smá blóm og hér eru konur belgir með baunum í. Og maður getur bara tekið þetta og opnað og getur henni bara borða belgin með baununum alveg í. Baunirna leynast hérna onni. Klínið svolítið svona bara á þessu bara beint á diskin eða borðið þetta bara svona? Við borðum þetta bara beint bauninnar. Já. Og Hákoni finnst einmitt mjög gaman að geta gengið í þessu bara verið á beit í baununum. Já. Ef hún halda svolítið áfram. Hérna nú berjarunni. Já, hér eru svona sólber, svo séu þið hérna. Og þetta er líka bara voða gott að borða bara beint, svo þetta aðeins verið notað í einhverjar sultur líka. Já. Svo er hér mynta og laukur. Græslaukur? Já, hér er blóðberg. Einmitt blóðbergið, bara þegar maður kemur hérna út í garðinn til ykkar maður finnur bara lyktina sko. Já, þetta er ákveðlega vinnalegt. Já. Og svo erum við hér með bara jarðarber sem er einnig eitthvað sem að börnum finnst voðalega gaman að bara geta gengið í. En hvernig þú einmitt talar það að börnin geti gengið í þetta, hvernig það bara með krakkana í hverfinu? Eru það að laumast hérna í garðinn á kvöldin? Nei, við hefum aldrei lent í því að sé neitt að laumast í þetta neitt sko. Já. Kassan og allt hérna utanum, þú smíðað það eða ekki? Jú, ég er gaman að því að klambra einhverju svona saman. Og síðan er þá bak við okkur gróðurhúsi og við skulum enda heimsóknina þar. Endilega. Sigurum gróðurhúsi hérna, það er nú ekki mjög stórt þannig lagað, en þetta hefur væntanlega breytt miklu. Já, það breytti rosa miklu. 9 fermetrar og fannst það risastórt þegar við keyptum það og fórum inn í það tómt. Svona er þetta eins og sér stútfyllt bara og þetta alveg vilja hafa svona 3 sinnum stærra. Ef þú fer nú aðeins í gegnum það, hvaða plöntur þið eru með hérna og hver er uppskeran? Já, við erum með kirsuberatré hérna. Fáum kirsubera hverju ári. Plómutré sem gaf nú ekki mikið í ár en fengum 12 kíló í fyrra. Svo er litla eplatrið okkar sem er að gefa epli í fyrsta skipti. Það finnst nú verið einhver svona 20-30 epli á því. Svo erum við 2 paprikuplöntur hérna. Þetta er svona afbrigði af löngum paprikum. Ég hef ekki prófað þetta áður. Og svo er ég með einhverjar 7 afbrigði af tómötum. Og hvernig er tómata uppskeran? Hún er gríðilega góð. Við byrjum að taka tómata í byrjun júní og erum að taka bara þangað til fyrir að frysta. Og þeir bara halda áfram að gefa af sér. Þetta er frekar litlar harðgerðar plöntur sem að gefa mikið af miðað hvað þeir eru litlar. En sem sagt að hugsa plönturnar sem að hérna eru inni, það er bara að spretta eins og enginn sé, morgundagurinn nánast. Já, maður þarf óbúslega mikið eins og að klippa af trjánum og passa upp að þau vaxi bara ekki út allt. Og sama með tómatana. Það er svolítið að fylgjast með þeim og binda þau upp og klippa. Annars vaxa þau bara eins og segja út allt og mynda kannski engin aldin. En ég segir 9 fermetrar og ykkur fannst þetta nokkuð svona vel í lagt í upphafi. Ertu fann að spá í stækkun? Já, byrjum á því bara 6 mánuðum eftir að setja þetta upp. En það verður ekki bráðsamt.
En þetta, það svolítið gaman að eiga svona gróðurhús. Já, þetta opnar marga möguleika, eins og sérstaklega forræktun á vorin og eins að lengja uppskerutíman á haustinu. Maður með aðrar tegundir hérna inni heldur núti. En þú sem ert orgelleikari við Akureyrakirkju, ertu svona þegar þú ert hérna í beðunum og klippa og hugsa, ertu þá líka með hugan við orgelið? Nei, þetta tíminn þar sem ég hugsa bara ekkert vinnuna. Bara að hugsa það sem ég að gera hér. Ég er fullkomin afslöpun. Þannig að þetta þinn heimur. Já, það er það. Og ykkar afdrep fjölskyldunar. Já, þetta alveg fjölskyldugarður. Eins og segja, þetta ekki skrúðgarður, þetta það sem reyna að rækta það sem öllum finnst gott. Og finnst gaman þegar Hákon sonur minn kemur hérna og bara fær sér sjálfur tómata og hann var pínu lítill en hann kom alltaf hérna og sagði nam nam. Þannig að, já, þetta fyrir okkur öll. Og við hérna í Garðarholtinu bara þökkum fyrir góða mót okkur. Takk kærlega fyrir komuna.